Kæru vinir þarna úti, nú maður í þeirri stöðu að hvetja fólk til að vera heima og koma ekki til kirkju. Það eru óvenjulegi tímar. Nú bleikbrugðið. Nú bleikbrugðið. Ég heiti Jóna Hrönn Bolladóttir og sóknarprestur hér í Vídaliskirkju Garðabæ, héðan sem streymið Og hjá mér í dag eiginmaður minn til rúmlega 30 ára, Bjarni Karlsson, sem siðfræðingur og prestur og sálusorgari, vinnur við sálusorgun, sálgæslu, það nú kannski fallir á. Sálufélagi. Og sálufélagi. No. Það svolítið óvanilegt í dag að við höfum haft hér mikið af fólki með við verið að tala, þannig við höfum svona fengið viðbrögð úr sal, það verður ekki í dag. Og þið sendið okkur bara góða strauma og ljós með við spjöllum. Það var þannig Einar Gylfi Jónsson átti að vera í dag sálfræðingur, en hann í sjálfskeipaðri sóttkví akkurat þessa dagana og við vonum að við getum komið hans samtali og fyrirlestri í loftið. Við ætluðum þá að tala ofbeldi í samböndum og hjónaböndum, en við áttum eftir eitt fyrirlestur við Bjarni eða eitt samtal sem fjallar fyrirgefninguna. Við erum sérst í dag að fjalla hana og ræða hvort að hægt að fyrirgefa allt. Og ég mig langaði að segja við Bjarni að því að þegar við vorum síðast fyrir hálfum mánuði þá vorum við að ræða hjónabandið og við duttum út fyrstu 5 mínúturnar og þá var ég að segja nokkuð sem að mér finnst mjög mikilvægt, svo hringja kirkjuklukkurnar, þetta almennilegt, sem að ég sagði við hann þá sem að datt út og ég ætla að endurtaka það, þannig við förum núna hálfum mánuði aftur, förum til umræðunar hjónabandið. Þetta eykur á hátíðleikann, þetta eru klukkarnar sem hringdu í Laufási fyrir 33 árum þegar við giftum okkur. Já, það hringdu að vísa ekki 12 slög, þetta var klukkan 2, þannig voru bara 2 slög. Nei, ég segi svo. En það sem að ég var að ræðum þá var að segja að ég hefði gert sem var að mistök í upphafi hjónabandsins, að ég hefði litið á mig sem alveg ofboðslega innsæisfulla manneskju og sem hefði þann afar kost að geta stunda hugsanarleistu, bara vita það hvað aðrir hugsuðu, og ég talaði nú ekki eiginmaður minn, þannig að ég var mjög gjörn á að spyrja hann ekki að hver hann hefði áhyggjur eða hvernig hann liði, heldur las ég það bara með því að horfa aftan á hann þannig að hann gekk í burtu eða hvernig hann bar sig að eða hvernig svipbrigði ég sá og eitthvað slíkt. Þannig ég var náttúrulega alltaf að lesa allt vitlaust og þetta olli miklu misskilningi og mér langar bara að segja það við ykkur að ég held að það sé alveg ótrúlega mikilvægt að eitt sem við skulum aldrei gera í hjónaböndum eða nánum tengslum eða bara yfir höfuð í samskiptum við fólk, það að stunda hugsanarlestur. Og ég tala nú ekki þegar áföll og erfiðleikar verða, að þá alveg óskaplega mikilvægt að spyrja einmitt líðan og hvað sem veldur fólki áhyggjum. En svo það fyrirgefningin. Já. Og ég var að rifja það upp þegar við vöknuðum í morgun og fórum út í daginn þegar ég hefði verið krakki. Og þannig að við 4 elstu systkinin erum fædd á 5 árum og það gekk oft mikið á og skemmtilegt og auðvitað líka tekist á, maður lærði að takast á þarna í fyrstu ár ævinnar í þessum nánu tengslum við systkini sín og svo var ég náttúrulega hvatvís og ég náttúrulega gerði ýmislegt af mér og þá man ég þegar pabbi var að segja við mig, nú skalt þú biðja systir þína fyrirgefningar og þetta var alltaf margar tilraunir því maður byrjaði alltaf svona fyrirgeðu og þá sagði heyrðu, það sést nú alveg auðsjálega að þú meinar þetta ekki og getur ekki sagt þetta svona og þá byrjaði maður fyrirgefðu og þá var það heldur ekki nógu gott og svo var þetta maður þurfti að horfa í augun á henni eða augun á honum og segja þú voru að meina það sem hún segir já, fyrirgefðu og ég svo margir eigi svona reynslu af þessu uppeldinu einhvern veginn og vera með hennan luntalega fílu svip þegar það þurfti að taka þessa segja þessa rosalega setningu þetta rosalega orð fyrirgefðu en þá af því að það nú eiginlega þú sem átt að svara spurningunum bara mínum spurningum og ábyrgðin á þér verður í dag að ræða fyrirgefninguna og kannski bara best að byrja á stóru spurningunni. Hægt að fyrirgefa allt? Hægt að fyrirgefa allt og komið bara sæl gott fólk og
Og takk fyrir þennan inngang. Ég held að þessi inngangur sko með hugsanalesturinn og líka þessi krafa foreldrisins, meintu það sem þú segir, krakki. Ég held að stafa því að við vitum að það eitthvað varðandi okkar innri mann. Við erum öll meðvituð það frá þeim degi sem við byrjum að tala, byrjum að ljúga. Setja okkur á svið. Og hérna við þekkjum það öll og það eitthvað inn í okkur sem andar léttar þegar við heyrum krakka vera ósvífnu og vera að fatta að ljúga. Þá veit maður, já, þú ættir að lifa af krakkakvikindi. Þannig að hugmyndin hugsanavesturinn byggir á þekkingu. Þó að þessi slæm hugmynd, þá byggir hún ákveðinni þekkingu, ákveðinu innsæi á manneðlið að manneskjur eru ekki allar það sem þær eru séðar. Og ef ég ætla að, og ég þarf að þekkja þetta djúp, þetta sem undir býr, lengi skal manninn reyna og allt það, sko. Og ég ætla líka að segja, sko, hér í Vítavískirkju, þið farið að stað, sko, með svona 4 létt erindi sem fyrir hjónaband, kynlíf, ofbeldi og fyrirgefningu. Þetta svona 4 lauflétt umræðefni sem maður bara skautar yfir, sko, og bara hressandi að fjallum, eða þannig. Sko, nú ætla ég ætla bara að fá að segja, ég ætla bara að fá að segja, ef ég stæði hérna núna og segði að mér væri bara létt hjartað að fjalla vandamál, þá væri ég ekki heiðarlegur vegna þess að sannleikurinn sá ég búin að alveg kvíða því helling að standa hér og tala fyrirgefningu. Vegna þess að fyrirgefning stærsta verkefni manns sálarinnar og mannkyns, stærsta verkefni hverrar manneskju og sko ég get ekki staðið hér og sagt, heyrðu, ég veit allt fyrirgefninguna, enda hef ég masterað málefni sjálfur. Nei, hér stendur maður sem hefur alls ekki fyllilega hvorki öðlast fyrirgefningu gagnvart sjálfum sér eða meintum meingjörðumönnum sínum. Hér stendur allan tíman berskjaldaður, særður og frústreraður einstaklingur. Það ekkert annað í boði. Og ef einhver stendur fyrir fram að ef einhver kemur og segist þetta fjall fyrirgefningu, þetta vandasamasta, sárasta viðfangsefni hverjar einustu vakandi mannsálar og viðkomandi segist bara kunna þetta, vita þetta og vera master of the situation, ekki trúið því sem sagt af því að fyrirgefning óhjákvæmilega eins og skip sem smíðað á siglingu, eins og bók sem alltaf stendur opin, eins og verkefni sem aldrei frá gengið. Fyrirgefning verkstæði. Ég vil bara byrja á því. Og þess vegna það mín hvatning hér áður en ég held áfram, þegar þú sem ert að hlusta, ég bið þig það að sýna sjálfum þér og sjálfur þér þá virðingu og líka mér þá samlíðun að hlusta, taktu höfuðið þitt og vertu hérna, hlustum nú með maganum, hlustum með öllum líkamann. Það hægt að afgreiða ýmislegt með hausnum, það hægt að afgreiða allra handana stærðfræðidæmi og alls konar skipulagsmál og hitt og þetta bara með höfðun, með skýruhugsun. Hinn stærstu og flóknustu málefni mannlífsins verða ekki leyst með því að hugsa bara með höfðinu. Ég gleymi aldrei hann Páll Skúlason, okkar prófessor í heimspekinni, þegar við vorum að byrja að læra heimspeki, manstu hann sagði í forspjálsvísindunum í guðfræðideildinni, það var svo dýrmætt að fá að hlusta á hann. Og hann sagði alveg hiklaust, ég gleymi aldrei, við spurðum einhverju spurningar sem auðvitað ég á eftir að hugsa þetta. Og svo sagði hann auðvitað vita, og þegar ég hugsa þetta þá þarf ég að hugsa með öllum líkamann. Maður hugsar með öllum líkamann, sagði Páll Skúlason, heimspekiprófessor. Það var fyrsta sinn sem ég heyrði þetta þá. Má ég halda áfram? Já. Á ég að reyna að svara þessu, hægt að fyrirgefa allt? Stuttasvarið nei. Það ekki hægt að fyrirgefa allt. Samt erum við stödd hér inn í kirkjunni og hér altarið og þarna liggur Biblían á altarinu og einmitt með hönd á þeirri bók segi ég, ekki með góðri samvisku, góð samvisku ekki í boði, en ég segi það með særðri samvisku
Samvisku sem ég vel að slæva ekki. Og ég segi það bæði sem guðfræðingur og sem einstaklingur. Nei, það er ekki hægt að fyrirgefa allt. Öðru nær. Og þá má kannski bara vísa, og það getur kannski orðið endir á spjallinu líka, að ég rifja þá oft upp með Krist þegar hann var á krossinu. Að þegar hann var búið að misþyrma honum á alla enda og kanta og hengja hann upp á tré þar sem hann mátti deyja. Að þá segir hann ekki ég fyrirgef þeim vegna þess að þeir viti ekki hvað þeir gjöra. Hann segir Guð fyrirgefu þeim vegna þess að þeir viti ekki hvað þeir gjöra. Og mér finnst þetta sjálfur frelsarinn, hann var líka sannur maður og var þarna í þjáningunni og hann bað Guð það. Þetta er nefnilega stórkostlegt og það er svo mikilvægt að rýna og þess vegna er það. Núna lifum við á tímum þar sem keppt við að henda helgisögnum út gluggana og passa að heyra þær ekki með að horfa á ofbeldismyndir ekki guðspjöllin og þetta er þetta bara hræðilegt menningarslys eða samskiptaslys. Af hverju skiptir sagan Jesú svona miklu máli? Ekki vegna þess að eftir sitjum við og höldum eitthvað og vitum eitthvað Guð. Skiptir engu máli hvað við höldum Guð. Henni er alveg sama. Sagan Jesú fjallar það hvað það er að vera manneskja og varpa ljósa á þjáninguna og gildi hennar og merking hennar og það hvernig við förum að því að varðveita mennsku okkar í raunveruleikanum. Og þess vegna og stærsta og erfiðasta verkefnið til þess að það sem reynir mest á og það sem sker úr það hvort mér tekst að varðveita mennsku mína er það þegar ég hef valdið öðru fólki þjáningu, þegar ég hef verið gerandi eða þegar ég hef verið þolandi og annað fólk hefur valdið mér þjáningu, hvernig mér tekst að vinna úr því. Og það er það sem við erum að fjalla hér, það er þetta sem við tölum sem fyrirgefningu. Og ég vil og takið eftir, fyrst slægið þennan varnagla, ég segi, hér stend ég og er að þjást, hér stend ég og hef áhyggjur af því hvernig ég að koma þessu frá mér og hér stend ég sem þolandi og gerandi. Hér stend ég sem berskjölduð manneskja sem er ófrágengin, er á leiðinni og þarf að finna út úr lífinu mínu rétt eins og þú. Og nú er fólk að hlusta hér á, nú er fólk að hlusta hér sem að, og í hópi okkar sem erum að hlusta og erum að tala hérna saman, er fólk sem að, við höfum öll orðið fyrir svo alvarlegum áföllum í lífinu okkar. Og við erum öll að glíma við það. Hvort og hvernig í ósköpunum þá eigi að fara að því að fyrirgefa og lifa við ranglæti sem við telum okkur hafa orðið fyrir eða hvernig við að lifa við það ranglæti sem við telum okkur vita við höfum valdið og þeir eru þjáningu sem við höfum valdið öðrum. Og þetta segi ég við ykkur núna og það er við munum ekki, ég er bara sannfærður það af minni reynslu, vitið að í dag, það er 7. október, í dag, akkurat núna eru 30 ár og 1 korter frá því ég var vígður prestur. Það er vígsludagurinn minn í dag. Ég er búin að vera að vinna sem prestur í verkstæði fyrirgefningarinnar í 30 ár. Og ég er ekki komin lengra en þetta. Svo þú veist að vegurinn er langur og strangur, vegur fyrirgefningarinnar. Já, vegna þess að við erum svo frumstæðar verur. Við erum í eðli okkar, við erum með gamlan apaheila, við erum 80% af heilanum okkar er bara, ég er 80% af mér, Bjarni Karlsson, er bara prímati. Ég er bara forn líffræðilega afurð. Það veistu manna best. Og og hvernig eru prímatar? Hvernig eru spendýr og hjarðdýr? Hvað er það sem einkennir okkur spendýrin og hjarðdýrin? Jú, við mígum í hornin, við verjum svæði okkur til öryggis og það er ekki eðli okkar að fyrirgefa það ef einhver fyrir við mörkin okkar. Nei. Mörkin sem eru mín, sem ég hef álegt að vera mín,
ég berst fyrir þeim upp úr líf og dauða og það er ekkert í prímatanum sem fyrirgefur. Að vísu sýna rannsóknir á apahjörðum sem eru okkar náttúrulega nánustu skyldmenni í dýraríkinu. Átökin taka cirka 15 sekúndur. Sáttaumleitanirnar geta tekið allt upp í 3 sólarhringa að ná sáttum og það er sennilega þess vegna sem við fæðumst með svona stór höfuð. Hann sagði einmitt hann Thorlacius, Örnólfur Thorlacius. Ég gleymi ekki að hitta hann fyrir mörgum árum, blessuð sé minning hans, hann kendi mér allir MH og hann sagði þú veist það, sagði hann, mannskepnan er eina dýrategundin á jörðinni þar sem að náttúran hefur búið til ömmur og afa. Ha, sagði ég, já, vegna þess að þetta er eina dýrategundin þar sem að eru tíðakvörf og konur verða ömmum og karlar verða öfum og af hverju, sagði hann, það er vegna þess að menningin er svo flókin, það er svo flókið að vera manneskja, við þurfum 2 fullræða kynslóðir til að ala upp afkvæmi, vegna þess að menningin okkar er svo flókin og það flóknast öllu flóknu, það er akkurat fyrirgefningin. Og það sem ég vil vekja athygli á, af því að þú spyrð, er hægt að fyrirgefa allt og ég segi nei, það býr ekki í eðli mínu að fyrirgefa. Og ég þurfti að læra þetta, ég þurfti að átta mig á því. Og þegar fyrirgefning kemur, af því hún kemur, hún er til, þá er hún rándýr. Og það sem þú hittir aldrei stoltan fyrirgefanda. Sá sem hefur gengið batabraut fyrirgefningarinnar, stoltið er horfið úr augunum. Þú hittir þeginn og þakklátan fyrirgefanda. Þú hittir undrandi fyrirgefanda sem undrast að fyrirgefningin skuli hafa komið og það sem að sá veit og sú veit sem fyrirgefið hefur miklar misgjörðir sjálfri sér eða öðru fólki. Það sem sá sem öðlast hefur fyrirgefningu veit, manna best er það, það var ekki ég sem fyrirgaf. Ef og þegar fyrirgefningin kemur, þá kemur hún til okkar eins og gjöf og við tökum við henni fegin og þakklát og undrandi og auðmjúk. Frjáls. Og frjáls, já. En stolt? Nei, ekki stolt. Ekki stolt. Þetta er og þetta er bara því við erum fædd hrædd. Þá erum við rauninni að segja hérna upp að við Koski svolítið að fyrirgefningin er gjöf og hún kemur. Og þá er það náttúrulega líka bara hvað þarf að fyrirgefa? Já, hvað þarf að fyrirgefa? Það er þín önnur spurning. Já. Hvað þarf að fyrirgefa? Til þess að svara því hvað þarf að fyrirgefa, þá þurfum við að skilja hvað er í húfi. Þá þurfum við að stíga inn í, við þurfum að viðurkenna það sem búið er að segja. Ég þarf að viðurkenna það sem ég er búin að vera að segja hér sjálfan mig og sem ég held að gildi allt fólk. Að við erum fædd hrædd. Og hvað er í húfi? Jú, það sem er í húfi eru gæðin sem að ég tel mig eiga. Vegna þess að fyrirgefning snýst alltaf það að varðar alltaf þá sársaukafullu reynslu að ég tel að einhver hafi ráðist á mín gæði, farið yfir mörkin mín og rænt mig einhverju sem var mitt. Hvaða kapítal sem það var, hvaða safngæði sem það voru, hvort sem það voru peningar eða félagsleg gæði eða völd eða heilsa eða kynferðisleg aðlögun. Mikilvægt að segja það. Vegna þess að kynferðisleg aðlögun er eitt af þeim kapítölum sem við höfum. Hugmynd okkur það hversu aðlaðandi er ég. Það er hugmynd það að vera kynferðisleg aðlaðandi. Það er líka valdastöða, varðar félagslega valdastöða okkar. Og bara hversu mörg já við fáum í mannlífinu. Og alltaf þegar við upplifum það að einhver ræðst inn í eitthvað af þessum kapítölum sem við teljum okkur hafa í lífinu, peningarnir mínir, ímynd mín í augum annarra, tengslin sem ég hef til þess að bjarga mér,
Heilsan mín, ef einhver efast það sem ég álít vera sko viðurkennda þekkingu mína, sko einhver, og þá segjum við, heyrðu, þetta bara árás á fagmennsku mína. Já. Og öll þessi kapitúl sem við höfum, það skrifa þykkar bækur kapital, safngæði. Alltaf þegar ykkur fyrir þessu mörk, þá vaknar gremja. Af hverju? Vegna þess að við upplifum að sjálfsvirðing okkar sé ógnað. Hvað þarf að fyrirgefa? Fyrirgefning alltaf það, og hún varðar alltaf það, að við höfum upplifað það að sjálfsvirðing okkar hafi verið skemmt, hún hafi orðið fyrir hnjaski. Tökum eftir því, bara, ég stundu sagt frá því þegar ég var á hjóli í hitti fyrir haust, bara gerist þetta atvik, sko, ég var á hjóli og það var einmitt þetta leitið, þá komið frost og ég var á hjóli upp í vinnu og svo þarna, ég sá ekki hálkublettin, ég renn á hann og ég dett. Hvað haldið að vera fyrsta sem ég gerði? Standu? Nei, áður en ég hugaði hvort ég hefði meitt mig, þá leiti ég í kringum mig. Vegna þess að það að detta, það heggur í sjálfsvirðið. Það var svo stutt í þetta. Bara í gær, þá fékk ég sendingu inn á netið þar sem að ég fékk þau skilaboð frá ábyrgri konu, hún veit ekki ennþá af þessu, ég þarf að nefna það við hana, ég ætla ekki að nefna nafnið, en ég fékk skilaboð frá ábyrgri konu sem ég í svona samskiptum við út af minni vinnu, þar sem hún var að vekja athygli mín á því að hún hefði séð mig á listu fólk sem hefði unnið viðurkenningu frá Sameinuðu þjóðunum og ég myndi fá, þetta voru 135.000 evrur og Airbook-tálfa. Veitu það, í 4 einhvern tíma, þú segir, já, byrju, er verið að taka eftir því sem ég hef verið að vinna með varðandi Sameinuðu þjóðirnar. Og svo ég fattaði, nei, hvað var þetta? Þetta var fyrst... Hégóminn minn, græðgin mín, óttinn minn, afkomuóttinn minn, vonin mín eftir viðurkenningu annarra, vegna þess að, nei, þetta voru ekki Sameinuðu þjóðirnar, þetta voru snjallir netþrjótar sem að þekkja manneðlið. Og það skiptir engu máli hvort ég með eitthvað doktorspróf í siðfræði sem ég þykist hafa eða whatever. Manneðlið alltaf þarna, prímatinn alltaf þarna. Og ef ég ætla í lífinu mínu að ná utan fyrirgefninguna eða önnur og yfir höfuð, ef ég ætla í lífinu mínu að ná utan sársaukinn í lífinu mínu og óvelkomnar tilfinningar, þá verð ég að byrja á því að una því að vera þessi prímati sem ég Ég verð að una því að lifa í raunveruleikanum, ekki bara í veruleikanum sem ég vil búa til, ekki bara í veruleikanum sem við vonum að sé og við búum til með öllu kapítælinn okkar, heldur þarf ég að lifa í raunveruleikanum, þar sem að raunirnar mínar eru líka, þar sem sársauki minn líka. Þess vegna sagði meistarinn frá Nasaret, sælir eru sorgmæddir, því að þeir munu huggaðir verða, sælir eru fátækir í anda. Hann var að benda á leið okkur inn á þá braut, hann var að segja við okkur með sæluboðunum sem einhver merkasta ræða sem fluttuðu verið, sem að bara farið hefur yfir mennskar varir á þessari jörð. Sko, hann var bara að segja, heyrðu, leiðin að því, besta leiðin til að lifa, liggur alltaf í því að vera í raunverulegum tengslum, vera í tengslum við iðrun sín, við innyflin sín, við raunirnar sínar. Þess vegna talað iðrun í kristinni hefð. Vera í tengslum við iðrun sín. Yfirgef ekki það að vera þessi takmarkaða manneska sem það og ef ég í gærkvöldi þegar ég fekk þetta snjalla þessi skýru skilaboð frá Sameinuðu þjóðunum það að ég væri að fá bara viðurkenningu frá Sameinuðu þjóðunum ef ég hefði ekki, ef ég væri ekki í tengslum við iðrin mín þá eru fullur að gremju og hefði áttað mig á því, heyrðu, byttu, akkur fæ ég byttu, hér kemur hégómi, byttu, þetta eitthvað skrýt, það verður að höfða til þátta í mér sem að þetta stenst ekki
og svo gæti ég kveikt að því átt að maður hvað var í gangi og fattað að það var verið að hafa mig að fífli. Sko, En ef að sjálfsvirðingi býður hnekki, þá hlýtur fólk að fyllast að gremju og reiði og vill hefna sín. já, Er það ekki eðlilegt? eins og kom til minn ungu maður. Já. Inn á skrifstofuna mín það verið 1.000.000 árum, þegar var prestur í Laugarneskirkju, kom ungu maður sem ég kannaðist við hann á skrifstofuna mín alveg með hvítuna í augunum og hann sagði, heyrðu, ég var að fá að tala við þig og hann kom inn á stofuna og ég horfði á hann unga mann og hann sagði við mig, heyrðu, ég held ég sé búin að missa vitið, ég var svona frá því að drepa besta vin minn. Og ég horfði á hann og það kom til mín að spyrja, hann sagði, komst að honum með kærustunni? Hvernig vissu þú, sagði hann. Þarna var ég að byrja að átta mig á þessu. Að við erum, sko, þegar sjálfsvirði okkar, á þeirri stundu sem ég tel mig vera rændan síðustu leifunum á sjálfsvirðingu minni, þá breytist ég í hættulegt dýr. Þú sagði mér nefnilega einhvern tíma frá rannsókn út í Bandaríkjunum varðandi sko unga fanga. Já, það var afbrotafræðingur sem tók viðtöl við manns, við alla morðingja, alla sem höfðu verið dæmdir fyrir morð og drepið höfðu fólk í Kaliforníu á einu ári, tók djúpviðtöl við allt þetta fólk og svo sagði hann eftir það þegar hann skrifaði rannsóknar niðurstöðu sínar þá sagði hann ég á enn eftir að hitta þann manns bana sem ekki tók lífið af fórnarlambi sínu vegna þess að á stundu verknaðarins taldi hann að þessi persóna hefði rænt hann síðustu leifunum á sjálfsvirðingunni. Þegar upp staðið, þegar spurt hvað þarf að fyrirgefa, það sem við öll þurfum að takast á við að fyrirgefa sem þessa berskjölduðu frumstæðu verur sem við erum, við þurfum að fyrirgefa, við þurfum að ná því verkefni fyrirgefningarinnar er að fyrirgefa yfir tróðslu marka og ef við eigum að eiga nokkuð séns þá verðum að byrja á því að viðurkenna ég get þetta ekki. Ég get fyrirgefið smáræði, ég get fyrirgefið það að einhver komið seint og gefið mér skýringar eða einhver lofið að gera eitthvað fyrir mig og kom ekki að flytja með búslóð eða eitthvað svona. Það er þetta fyrirgefa smáræði ef að fólk býður innilega afsökunar eins og þér var kennt að gera það skrækki. En þeir hlutir sem raunverulega eru að trufla okkur í lífinu. Sko, ef og þegar maður heldur fram hjá maka sinn. Þetta er sko í 75% allra hjónabanda hef ég heyrt og minnst það mjög sennilegar tölur að í 75% allra hjónabanda verði trúnaðarof með einhverjum alvarlegum hætti og sko ég hef bara lært að það fyrsta sem að ég verð að segja við hjón þegar þú sitja fyrir fram að mig inn á minni stofu og það er þetta staðan að það er trúnaðarrof í sambandinu og þessi tegundar sársauka er komin upp, það fyrsta sem verður að vera á hreinu ef fólk á að eiga möguleika á því að geta haldið áfram. Það er það að þessar persónur sem þetta sitja í sársauka sínum og sjálfsvirðið einhvern veginn bara búið að tætast í sundur hjá geranda og þolanda. Og öllum sem máli varðar. Er að átta sig á því, heyrðu, það er alltaf fyrir og eftir. Það er ekki, við verðum að byrja að sitja og anda að okkur skaðanum, horfa á tjónið og viðurkenna sársauka málsins og horfa á tjónið sem orðið er og sætt okkur við það að það er ekkert til sem heitir að fara aftur inn í hjónabandið eins og það áður var og gleyma því sem gerðist. Samanber helgisögur Adam og Evu sem áttu ekki afturkvæmt í paradís. Sagan er það. Já, það er snjallt. Snjall líking. Já. En hvað gildi refsingar? Hvað getum við sagt refsingu og gildi hennar í samskiptum manna? Er ekki refsingar nauðsynlegar? Ok, við höfum korter. Sko, hér vil ég segja, við þurfum að vera raunsæ. Já. Við erum með mitt ófullkomna veru, ófullkomnum heimi og ef ég hef valdið öðrum þjáningu þá
þá mun ég verða að þjást með einhverjum hætti. Það er svo skrítið, þetta er svo. Ég held ekki að, ég get ekki útskýrt þetta fyllilega, en ég sé að þetta er svona. Það er þjáning kallar alltaf á þjáningu og ef að ég sem brotlegur einstaklingur þjáist ekki vegna skadans sem ég hef valdið, þá mun aldrei koma fyrirgefning í þessu ófullkomna samhengi sem við kallum raunveruleika. Spurningin er hins vegar þessi: þegar við iðkum refsingar, af því að við gerum það, við iðkum alls konar refsingar, við höfum annars vegar opinbert dómkerfi sem hefur það hlutverk að refsa, að meiða opinberlega, valda opinberri þjáningu með sektum og með fangelsunum og öðrum slíkum þáttum. Og svo höfum við líka félagslegt taumhald sem refsar grimmilega. Og við vitum það öll. En spurningin til okkar er alltaf þessi og kannski hefur svolítið menningin okkar, ég er þeirra skoðunar að við höfum svolítið mistekið okkur oft í þessu undanfarið í íslenskri menningu, að við höfum hugsað hefndina refsinguna, svo sem eins og refsingin leysti málið. Leið og við erum bara búin að finna hinn seka eða hina seku, sem oft helst endilega þarf að vera ein persóna, og bara tökum þessa mannesku upp einhvern veginn, höldum á henni fyrir framan alla og sem við sjáum við, hér er hinn seki, hér eru hræðilegir hlutir búin að gerast og hér er hinn seki, nú setjum við hérna sveiatan sökudólgin og svo læsum við og ég vil hendur lyklinum, sko. Og hérna eins og við tölum, og sko merkilegu fræðimaður sem heitir Iris Marion Young, hún er látin, hún dó allt of ung. Hún var að fjalla mikið þetta, hún talaði refsi hugmyndina sakarábyrgðina, þessa einstaklingsbundnu sakarábyrgð sem við, einhvern veginn dómskerfi okkar hanna til þess að vinna með. Og okkur þætti það svo gott, okkur finnst það svo freistandi hugmynd að það sé bara hægt að leiðrétta ranglæti með því að refsa einhverjum einstaklingi og þá málið dautt. En það er ekki dautt. Vegna þess að til er eitthvað sem heitir deild ábyrgð. Og ekkert sem gerist bara, við vitum það öll. Stór áfall, stór slys, líka samskiptaslys, líka ofbeldislys gerast vegna margra þátta. Allt hefur sinn aðdraganda. Allir eiga sína sögu, allir eiga sín tengsl. Já. Það er líka það er ekki einstaklingurinn. Það er líka þetta, maðurinn er ekki einstakur, þannig er náttúrulega með tengslin og söguna og reynsluna. Já. Þannig að sökudólgurinn er ekki bara sökudólgurinn, og þegar maður skoðar sökudólgi þá þarf að skoða söguna hans og tengslin hans. Já. Það er ótrúlega mikilvægt. Og þess vegna þykir mér svo vænt söguna af Adam og Evu í garðinum, vegna það er ekki bara Adam og Eva, það er líka höggormur. Já. Og höggormurinn kemur, hvað var hlutverki gegnir höggormurinn í söguna af Adam og Evu, þessi æva forna helgisögn sem við höfum ruglað saman við mannkynssöguna, það var aldrei neitt Adam og Eva, skiljiði, það þarf að segja það í dag. Af því að fólk skilur ekki helgisagnir, það var aldrei til neitt Adam, það var aldrei til neitt Eva. Þetta er það hvað er að vera manneskja. Og sagan er ekki það að einu sinni hafi verið til hreint ástand þar sem var engin synd, vegna þess að Eva og Adam þau voru næm fyrir freistingunni sem höggormurinn kom með, og inn í garðinu var þetta höggormur undan þeim, slægasta dýrið sem drottinn Guð hafði gjört. Og hvaða hlutverk hafði hann? Hann hafði því hlutverk, hann hefur það hlutverk með því að sagnameistarinn eða meistararnir eða sagnaskólinn sem að bjóð til þessa dýrðulegu helgisögn sem rímar við mannlega reynslu, það er bara verið að segja, heyrðu, ranglætið, skekkjan, syndin, sundrungin, þess að skrifa með uppsólan á okkar dásamlega tungumáli, synd er með uppsólan, því að þetta er þetta dularfulla afl sem sundrar. Mér gera verkum, ég sjálfur mér ósamkvæmur, gera verkum að við getum orðið sjálfum okkur og við getum sundrast sem hjón og þurfum alltaf að vinna því að gera það ekki eins og öll önnur hjón. Þjóðfélög geta sundrast, synd, sundrungarafli dularfulla. Það er svo dularfullt að það er svona áleika dularfullt og óvænt og skrítið og óútskýranlegt eins og höggormur sem kemur skríðandi til þín og byrjar að spjalla. En
En ef þú ert að tala um deilda ábyrgð, Já. Ertu þá ekki að tala um það að það þurfa að endurreisa sjálfsvirðingu bæði gerenda og þolenda? Nákvæmlega. Já. Og það þarna sem við höfum klikkað sem samfélag. Við höfum ekki skilið þetta, við höfum fest í því að af því að við uppgötum þolandann, við þurftum að gera það. Og ég ekki álasa neinum þegar ég segja þetta. Ég held að, við erum umræðan það hvernig eigum við að vinna með ofbeldið. Hér áður fyrr var það þannig að þegar var ofbeldið þá bara fórum við beint inn í skömmin og allir þáðu. Vegna þess að fyrsta sem gerist þegar ég verð fyrir ofbeldi það að ég fyllist af skömm. Ég man það þegar ég var 17 ára, ég var barinn illilega, einhver 4 vondhögg og ég stóð alblóðugur á horninu við Glæsibæ, 17 ára gamall og brotin á nefi og algjörlega í maski. Og mörg ár eftir þá gekk ég með tilfinninguna að ég hefði átt þetta skil. Og svo þetta endurtók sig, manstu þegar við vorum. En ég ætla að segja ekki bara að þú hafi átt þetta skilið, heldur bara að þú hafi verið lamin og þú vildi þegja því það var skömm. Já, ég upplifði skömm og skít. Já. Ég upplifði tilfinningaskít og það nefnilega tilfinningin af því að það maður fyrir að hugsa af hverju gerist þetta. Mér líður eins og ég eigi þetta skil. Það eitthvað við mig sem veldur því að ég verð fyrir ofbeldinu. Ofbeldið verður einhvern veginn hluti af mér og minni sjálfsmynd að ég hinn barði. Og svo, það alveg rétt hjá þér, að þetta með ofbeldið, það öll þessi þögn sem hefur verið náttúrulega svo hræðileg og það líka svo mikilvægt að nú getum við talað um það að fólk gengur fram og það neitar að láta sér líða svo þú og hornin og Glæsibæ fullt af skömm, fullt af skít og segir bara, heyrðu, þetta ekki mín skömm, þetta ekki minn skítur, ég geng hérna fram. Og þá það auðvitað, höfum við svolítið farið þá leið að segja, já, hér sökudólgurinn, hann einstakur og við setjum hann hér. En þú ert að tala um ferli, þú ert að tala um deilda ábyrgð, þú ert að tala um hinn deilda ábyrgð og það heldur ekki þolandi sem ber einn ábyrgð á endurreisn sinni. Endurreisn sjálfvinningar sínar. Það hlutverk okkar allra að vera með í hans endurreisn. Vegna þess að með því að skrímslavæða ofbeldismanninn og gera hann að djöfli, þá erum við ekki búin að leysa máli. Vegna þess að við erum öll, ég ofbeldismaður. Ég líka þolandi. Þú ert ofbeldiskona, þú ert ofbeldismaður, þú ert líka þolandi. Við erum öll fær það að valda tjóni. Og við verðum að skilja eðli ofbeldisins ef við höfum að geta unni með það. Og þetta ég sammála sem þú ert að segja, Jóna, það þetta með endurheimt sjálfsvirðingar gerenda og þolenda. Það að endurheimta sjálfsvirðinguna í persónuna sem ræðir og virðinguna í tengslum. Og þá alveg gríðarlega góð mynd sem ég hef bara úr bók. Sú bók heitir Meðvirkni og hefur verið þýdd á íslensku og einn aðalhöfundur heitir Pía eitthvað, danska eða enska. Hún segir í þeirri bók, reiði, þegar ég finn gremju og reiði vegna ofbeldi sem ég álít mig hafa orðið fyrir, nú skulum við tala um okkur sem þolendur, eðlileg viðbrögð. Ég á rétt á reiðinu minni, hún eðlileg og ég get á einhverjum tímabili þurft að halda uppi ásökun gagnvart þeim sem hefur valdið mér alvarlegu tjóni. Ég get þurft að gera það og tala skýrt um það. En vandinn allan tíman enga síður sá að á meðan ég þarf að halda upp í reiðinni og ásökuninni þá ég handjárnaður við misgjörðamann minn, ég handjárnaður við atburðin eða aðstæðurnar og ég alltaf að bíða eftir því, ég alltaf taugakerfið mitt að hrópa á ofbeldismanninn eða gerandann og segja skilaðu sem þú tókst. Skilaðu aftur þessum þú tókst. Ég átti góða tilfinningu líkamanum mínum þú tókst hana. Ég naut virðingar vegna félagslegar stöðuminnar, þú eyðilegar hana fyrir mér. Ég hafði góða tilfinningu af mér sem kynveru, þú rændir mig þeirri góðu tilfinningu og svo framvegis og svo framvegis. En það sem maður horfist ekki í augu við og meðan maður þarna, það að misgjörðamaðurinn ekki með það. Hann ekki með það.
Og þá kemur Pía með tillögu sem ég finnst mjög áhugavert. Hún segir, í stað þess, frekar en að vera lengi þarna, handjárnaður við persónur og aðstæður, þá skaltu halda persónum og leikandum ábyrgum í huga þér. Þú skalt segja söguna frammi fyrir öðrum einhverjum sem að á þig hlýðir með virkri hlustun, og þú skalt segja söguna og þú skalt halda persónum og leikandum, hvort sem þetta eru aðstæður í uppeldi eða atburðir í skóla eða á vinnustað eða hvar í lífinu þínu, haltu persónum og leikandum ábyrgum í huga þér, og þegar sagan er komin þannig að þú er búin að námunda raunveruleikann eins vel og þér unnt, vitandi það að þú ert ekki handhafi sannleikann, svo verður það aldrei. Spurningin hvað gerðist, henni er aldrei fyllilega svarað. Þá tekurðu skúffuna í heilanum, þar sem þú geymir langtíma minnið, og þú tekur sársauka söguna þína og þú setur hana ofan í skúffuna af því að hausinn okkur öllum virkar eins. Prímata heilin. Setjum þetta ofan í langtíma minnið og getum lokað, og þá þarf ekki lengur atburður og vondi að rótera í hausnum á okkur, þannig að við liggjum hugsandi hefnd og í gremju eða í vanmætti og skömm. En já, þú ert að segja, úrvinnsla snýst að bera ábyrgð á því, úrvinnsla snýst það að hætta að bera ábyrgð á öðrum og taka ábyrgð á sjálfu sér, einungis. Já, þegar ég, Ertu ekki að segja það? Jú, ég er að segja það. Þegar ég er í því, þegar ég er með hefndarórana mína sem að ég á rétt á, hver hefur ekki legið í hefndarórum, séð fyrir sér atburðum vonda sem gerðist og hugsað allt það hvernig hann eða hún hefur komið fram hefndum og refsað réttlátlega. Hver hefur ekki legið í hefndarórum og unnið með efnið í gremju, með hefnd í huga? Og hversu ófrjór er sá vegur, hversu hræðilegur og einmanalegur er sá vegur. Þegar ég ákveð að refsa öðrum eða sjálfum mér, þá er ég að taka ábyrgð sem er ekki mín. Það eina sem ég get gert, og það sem er leiðin til bata, er alltaf það þegar sársaukin er viðurkenndur. Sannleikurinn sem að ég þrái, hann felst alltaf á endanum í viðurkenningu á tjóninu sem hefur orðið, og það er það sem við öll sem að vinnum með þolendum og gerendum finnum svo vel að þegar viðurkenningin á tjóninu og sársaukanum er komið, þegar allir aðilar máls sitja ábyrgir og geta horfst í augu þegar það ástand skapast, það er það skásta. Og ef ég sem þolandi get ekki vænst þess að ná því sambandi og fá stuðningu að ná því sambandi við geranda minn, að þegar ég næ þeim stað að atburðurinn hefur ekki lengur vald yfir mér vegna þess að ég hef fengið frið gagnvart honum, þá hefur fyrirgefningin komið eða er byrjuð að koma, og þá upplifi ég það að ég er ekki stoltur, heldur þakklátur og feginn. Samt vil ég segja að lokum. Og eiga í sér frelsi. Já, við verðum bara samt að segja. Já, segja að lokum. Það er ekki hægt að ljúka þessu samtali og sem segja það. Það eru líka til hluti sem bara sem verða aldrei fyrirgefnir. Það eru til þjóðarmorð. Já. Og við munum aldrei í sögu veraldar og meðan við munum hana segja að við séum komið frið gagnvart helfur gyðinga, skiljið. Það eru slíkir hlutir. Já, enda sagði drottinn, enda sagði Kristur á krossinum. Guð fyrirgefðu þeim, það sagði ekki ég. Til eru þær aðstöður sem við verðum að afhenda Guði í vanmætti okkar, og þess vegna þurfum við í átrúnaðum, í okkar djúpvitra átrúnaði sem er aldagamall, við getum ekki sleppt myndinni af helvíti. Ég bara stend hér og segi það, út á dollu. Já, en
nú ætlum við að enda. Og þá bara, ég var bara hérna inn. Ég bara opnaði auðvitað helviti. Kæri við, sko, ég held að við eigum eftir að taka aftur stefnumót samskipti. Við erum ekki alveg búin, við erum ekki búin að tæma þann brunn, heyrist mér. Og hérna, ég þakka ykkur kæru vinir og hlustendur og áhorfendur fyrir bara samleiðin í dag. Ég segi bara Guð bless ykkur á þessum tímum þegar við þurfum að halda okkur frá hvert öðru og þurfum að standa saman og þurfum að vernda hvert annað. Bara Guð bless ykkur.